Já, heil og sæl. Þá erum við komin í tíma 9 í þessum kafla og í síðasta myndbandi vorum við aðeins að fara yfir hvað ójafna er. Þið munið kannski eftir þessari glæru hérna sem að ég notaði til að útskýra munin á jöfnu og ójöfnu. En það sem við ætlum að einblína á í dag er einna helst hvernig við leysum ójöfnur. Það er mjög svipað og þegar við leysum jöfnu, en passið ykkur að horfa á myndbandið aðeins lengra og ekki stoppa núna og halda að þið kunnið þetta allt saman. Því að það er ein regla eða ein undantekning sem við þurfum að passa. Við byrjum á að taka bara svona einfalt dæmi. Eins og kemur hérna fram, við leysum ójöfnu á nánast sama hátt og jöfnu. Við reynum semst að einfalda og einangra óþekktu stærðina. Þannig að í þessu dæmi hér, þá myndum við byrja að reyna að losna við -8. Færum það yfir eða gerum +8 báðum megin. Þannig að það lítur þetta svona út. 2x er minna en 2 + 8. Svo getum við einfaldað það með að draga saman líka liði og fáum 2x er minna en 10. Og loks þurfum við að deila með 2 báðum megin. Deilum með 2 hér og styttist út. Deilum með 2 hérna. Og þá fæst svarið. Það er að segja að x er þá minna en 5. Og passið ykkur að við meðum ekki skrifa x er jafnt og 5. Það er ef við leysum jöfnu. En þetta gefur okkur til kynna að x megi vera allar tölur sem eru minni en 5. Eins og til dæmis 4 eða 3 eða jafnvel einhverja neikvæðar tölur. Hér kemur sem sagt undantekningin og hún er þessi að eina sem við þurfum að passa ykkur á er að ef þið eruð að deila báðum með einu merkið eða margfalda með neikvæðri tölu, þessi mínustölu, þá þurfum við að snúa merkinu við. Og ef einhver spyr af hverju, þá er ágætt að útskýra það bara með dæmi. Hér er einföld ójafna sem við ætlum að leysa og ég deili sem sagt með -2 báðum megin, ég geta styttið út hérna og deili með -2 hér. Og ef ég ger ekkert meira, þá ætti svarið að líta svona út. X er sem sagt minna en -4. Og hvaða tölur eru minni en -4? Þess að tölur sem eru þá vinstra megin við -fjarkan á talnalínu. Og það er til dæmis talan -5. Og hvað gerist ef við ætlum að prófa að setja töluna -5 inn í upprunalegu ójöfnuna? Athugið hvort þetta svar gangi upp. Ef við gerum hérna -2 sinnum -5, eins og reyndar er komið fram að í textanum fyrir neðan, að þá kemur út úr þessu talan 10. Og er talan 10, er hún minni en 8? Nei. Rétt hjá ykkur. Það er ekki. Og þess vegna er þetta ekki að ganga upp hjá mér að deila bara hérna með -2 og láta eins og ekkert sé. Þannig ég þarf að gera eitthvað annað. Eins og til dæmis það sem er sagt hérna, að snúa merkinu við. Þá gerum við það. Sjáum hvort það virkir betur. Ég ætla að deila hérna með -2 og ég ætla að deila hérna með -2. Og þá fæst öðrum megin x, af því ég stytti út -1 hér. Hinum megin fæ ég út eins og áðan -4. En ég ætla að snúa þessu merki við og segja að x þarf að vera stærra en -4. Og hvaða tölur eru stærri en -4? Til dæmis talan -3 eða -2 eða jafnvel 1 eða 2 eða 5 eða eitthvað svoleiðis. Og ef við setjum þannig tölu hérna inn í upprunalegu jöfnuna, eins og ég er búin að gera hér, og -2 sinnum -3, það er 6 og það passar. 6 er til dæmis minna en 8. Þannig að þegar ég sagði að x-ið þyrfti að vera stærra en -4, þá var ég að fá rétta niðurstöðu. Þannig að muni eftir því að snúa þessu merki við ef þið lendið í því að þurfa að deila eða margfalda með mínustölu. En fyrir utan þessa undantekningu, þá gilda sömu reglur þegar við erum að leysa jöfnu. Við reynum semst að einfalda jöfnuna, til dæmis með að losna við sviga eða eitthvað slíkt. Við reynum að draga saman líka liði og endum á að reyna að einangra x-ið eða þann bókstaf sem er í ójöfnunni. Og þá er ég eiginlega búinn að segja allt sem ég þarf að segja, en ég ætla að renna í gegnum nokkur dæmi með ykkur bara til þess að þið fáið þetta svona beint í æð. Fyrsta dæmið er þetta hér og við byrjum semst á að losna við fjarkan. Hugsum annarkvort ég ætla að gera -4 báðum megin, eða eins og sumir hugsa ég ætla að færa þetta yfir og þá breytist það í -4. Það er líka hægt.
Þá fáum við hérna að 2x er stærra en 12. Síðan þurfum við þá að deila með 2 báðum megin og þegar það gerist þá fáum við að x-ið er stærra en 6. Hér vorum við aldrei að deila með neikvæðri tölu, þannig við þurfum ekki að snúa merkinu, en lausnin er sem þessi hér, allar tölur stærri en 6, til dæmis 7, 8, 9, 10 eða tölur þaðan af stærri. Nú, þegar maður leysir jöfnuð og ójöfnuð er ágætt að prófa svarið eins og ég gerði áðan og ég ætla svo sem ekki að eyða kannski miklum tíma í það, frekar bara að stinga upp á því að þið getið sett á pásu þegar svona glæri koma og renti yfir þetta sjálf, þannig að myndbandi verði ekki allt of langt. En frekar ætla ég að vinda mér í næsta dæmi sem er langt en alls ekki leiðilegt. Þetta er svipað og dæmi sem ég tók fyrir nokkrum myndböndum síðan, en við þurfum bara að fara í gegnum þetta skref fyrir skref. Byrjum á því að margfalda henni svega, þannig að ég ger hérna 3 sinnum x og 3 sinnum 5, eða 3 sinnum mínus 5, fæ þetta hérna út, og svo margfalda hérna með mínus 2 inn í svegan og fæ þá, hvað er við hérna, þetta út. Og næsta skref myndi vera að reyna að draga saman líka liði, sem eru þá tölurnar 7 og mínus 15 hérna megin, það er mínus 8. Hægra megin get ég dregið saman 9 og 8 og það eru 37. Þriðja skrefið er að einangra x-ið og reyna þá að losna við 8 sem er hérna vinstra megin. Getur hugsað mér að færa hana yfir og gera þá plus 8. Og síðan þarf ég að einangra töluna 45 hægra megin með því að losna við þessi mínus 6x hér, því ég vil hafa öll x-in sömu megin. Annarkvort ger ég þá plus 6x báðum megin, eða eins og sumir hugsa að færa mínus x yfir og þá breytist merkið. En allavega, þá fáum við með því að leggja síðan saman líka liði í lokin að 9x eru minna en 45. Það sé ykkur að merkið sem er hérna upp að það bara helst út dæmið og er ennþá hérna minna en. Og svo deili ég með 9 báðum megin, þá fæst svarið að x eru allar tölur undir 5, eins og til dæmis 1, 2, 3 og 4. Hér er aftur eins og áðan, þið getur prófað sjálf að lesa gegnum þetta, setja á pásu og aðtók hvort þetta sé ekki að ganga upp hjá mér. Það þið treystir mér, þá sjáum við að þetta er rétt og við höldum áfram. Síðasta dæmi sem ég tek með ykkur, það er hérna, aðeins styttra en það dæmi sem ég tók rétt áðan. En við byrjum að reyna einangra x-ið með að færa sem sagt 1 hérna yfir. Og þá fáum við mínus 2x er stærra en mínus 6. Núna aftur á móti þarf ég að deila með mínus 2 hérna, báðum megin, til að losna við tvist hér. Og hvað þurfum við að passa þá? Mikið rétt. Ef við deilum með neikvæðri tölu eins og hérna, þá verðum við að muna eftir því að snúa merkinu. Þannig að leið og ég deili, þá fæ ég svarið og segi x er þá minna en 3. Þannig að upp á að snýra merkið svona, en núna þegar ég er komin á svarinu þá er ég búin að snúa merkinu við og rétt eins og áður, ef þið viljum vita af hverju, þá sést það best með því að prófa svarið. Ef við setjum einhverja tölu minna en 3 inn, þá sjáum við að þetta er að ganga upp. Þannig að það hlýtur að hafa verið rétt hjá mér að þurfa að snúa merkinu við. Þannig að í einni setningu þá er niðurstaðan þessi, leysið ójöfnur eins og jöfnur, en passið ykkur bara á því að muna eftir að snúa merkinu þegar það á við. Það er að segja að við deilum eða margföldum með mínustölu báðum megin. Þá segi ég takk fyrir mig og gangi ykkur vel.